Jæja, þá erum komin aftur og við erum með góðan gest. Það Ingibjörg Einarsdóttir sem hefur staðföst í sinni gagnrýni en sonur þinn einmitt í Afríku. Já. Og við ætlum aðeins að ræða bara þetta kerfi og þessa veggi sem þú hefur verið að lenda á og til dæmis eins og með kostnað og fleira. Ef við kannski byrjum aðeins á bara, þú veist, hver svona þinn sem manneskja? Hann bara ótrúlega frábær einstaklingur sko, hann bara afburða íþróttamaður og ótrúlega listrænn og skapandi og bara klár og flottur strákur sko. Hann hvað gamall? 15. Hann 15? Já. Og hann núna einn af þeim sem í Afríku, já. Í meðferð. Já. Hvernig kemur það til að hann endar þar en ekki hér? Út af því að kerfið bara vonlaust hérna heima. Þetta heitir ekki meðferð, þessi vitleysa sem í gangi hérna. Hvað kallar þú þetta núna? Geymsla. Geymsla, það gott orð. Já, dýrt leikrit. Já, mjög dýrt leikrit. Mjög dýrt leikrit, sko. Þú myndi vera að gagnrýna það, við kannski förum aðeins betur í það á eftir. En hvernig svona munurinn finnst þér, nú ertu nýkomin heim, varst að heimsækja hann? Já. Hann búinn að vera hann lengi? 8 mánuði. 8 mánuði? Já. Hver munurinn á hann núna? Þetta bara nýtt barn, það eru hreinar pissupröfur og einstaklingur sem bara með báðafætur á jörðinni og sér hvað orsök og afleiðing eru og ábyrgð og... Þetta alvöru meðferð sem í gangi. Já, þetta alvöru meðferð. Eftir alvöru gagnrýndum aðferðum. Já, það einmitt eitthvað sem að... Ekki þykistu gagnrýndum aðferðum. Nei, ekki sem að hljómar vel á blaði, heldur raunverulega að virka. Nei, og bara enginn getur svara hvaða gagnrýndu aðferðu það eru. Já, það finnst mér einmitt magna. Við vorum nú að senda bás og erum að bíða spenntir eftir útskýringum á gagnrýndum aðferðum. Já, ég spurði aðeins á fundi á Stöðlum og svarið var áhuga hvetjandi samtöl. Punktur. Það gagnrýndar aðferðir, spós. Já, og svo spurði ég barnið hvort að hann hefði tekið þátt í við talum við sálfræðingi þá bara, nei, ég nenni því ekki, þannig að ég bara PlayStation. Já, þetta alveg ótrúlegt. Sko. Já, sko, það alveg búið að reyna og samreyna það að sko, aðferðir barna- og fjölskyldustofu í meðferðarstarfi eru, já, þú veist, þetta svona sálfræði tengt einhvern veginn og veist, það verið að reyna að áhuga hvetja börnin í eitthvað. Árangurinn að þau eru að smygla eiturlyfjum og heilu manneski minna á stuðla meðferðarganginn og allt þetta, þú veist, og mælast í þvagpröfum, það áhuga hvetjandi? Ég segi þetta sé gagnrýnt í að mistakast. Já. Svona, já. Það er mitt, sko. Og það bara, og ég veit það bara, ég átti samtal við eina mömmu sem að barn núna á Lækjarbakka og Ingrid Sælandi nýbúin að segja að ég er ekki séns að smygla þar inn og svo mamma sagði bara já, minn viðkendi að hann búin að taka Xanax og það mæltist kókaín í honum og það mæltist cannabis og eitthvað annað og þetta var það sem að nýbúin að segja að það er ekki séns að koma að inn, þeir eru allir allandi að inni. Ég minna eins og... Þetta allt sama vitleysan. Eins og Jón sagði í seinast þetta, sko, ef að Inga Sælandi búin að finna þá lausn að það komist ekki fíkniefni inn, þá þetta bara breakthrough í fangelsismálum bara í heiminum. Á Íslandi sé einu staðurinn sem ekki sé hægt að smygla. Þetta bara... Já, en eins og þetta... Þessar yfirlýsingar já, og svo náttúrulega bara þetta. Það sé ekki þetta að leita en ég get alveg sagt það er leitað þegar kom inn í Afríku, sko. Já. Og það bara fíkniefnapróf og bara eins og hann kom að leyfi, það var strax í leit og svo bara strax fíkniefnapróf. Samt var hann að koma með þér. Já. Það bara svona átt að vera en við fyrir aðeins út í þú veist, hvað var hann búin að fara hér? Hann var á Stuðlum? Já, hann fór í gegnum sem sagt ég sæki það var aldrei nóg fyrir barnaðan var aldrei með nóg, ég samt búin að fara með hann þá sko einu sinni meðendalausan á spítala svo fer ég með hann í annarskipti meðendalausan, fórum með sjúkrabíl og þá sótt afvöttunardeildina þá var læknir á barnaspítalanum nei, það eftir þá fer hann á neðavistun að fara hann á neðavistun á Stuðlum ég átti flugmiða út breyti flugmiðanum mínum, hafði hann í 2 vikur á Stuðlum og náði hann á Stuðla fór með hann beint út að Keflavíkurflugvöll og fór með hann bara út í 4 vikur viðbót, þannig að ég náði að halda hann í 6 vikur og þá var mér lofað að hann kemur beint inn í meðferð ef hann þyrsti að hann kemur heim
og svo var það aldrei samþykkt fyrir að ég enda með hann í 3. skipti meðendalausan. Þá var sótt afvöttunardeildina, því var læknir á barnaspítalanum, barnaendinn, stuðlar og hann var ennþá bara lári í lífsmörkum allt og það var bara, því var hafnað, hann var frekar tekinn þá 13 ára eitthvað með 4 lögregluþjónum með valdi upp á stuðla sem var ekki heilbrigðisstarfsfólk og það er ekki fyrir en þá sem ég sendi sér tölvupóst sko að ég fæ samþykkt inn í meðferð og ég fekk undan þá að því ég sendi líka á það bara hvað úrræði þeir ætla að veita um að maður var að bíða, þá fengum við undan þá MST, nema var ekkert að gera neitt MST á barninu því að hann var náttúrulega bara, þú veist, út á túni og svo beið ég þarna og svo náttúrulega lenti í þessu líga opnun blöndulíga, þetta er bara í ágúst eitthvað sem að þetta er og svo býði og svo náttúrulega fekk ég líga skilabúðin sem ég á allt, þú veist að það opna 1. desember sem var náttúrulega bara sýndaropnin og leikrit og hann kemst svo inn 11. febrúar á Blöndulíð og það voru vika 10 dagar, þá byrja hann að strjúka og það var bara, þú veist, bara komum bara margir dagar í röð sko, hann kom bara inn og svo fer hann á neðastöðun og svo bara æðislega með hann aftur á Blöndulíð, svo fekk ég sýndar aftur, hann er strókin aftur og svo var hann fluttur, kláraðan meðferðin þar og fluttur inn á meðferðardeild stuðla því þeir áttu ekki að halda honum betur nema hann náði þarna 28 strókum út af Blöndulíð, neðavist stuðla og meðferðardeild stuðla á einhverja mánaða tímabila og 3 mánuðum voru það 28 leitabeiðnir. Þetta er sko talaður hana sýndaropnun sem átti að vera hana og það sem stoppaði að það var að því að sko það var búið að eyða skriljónum í að skvera þetta ónýta hús til og það var koman í fjölmjölum eitthvað rosa fínt inni og eitthvað en það var aldrei búið að sækja leyfi eða bruna út þetta Nei, þeir sóttu ekki byggingarlega fyrirfram af því að þeir hefðu sóttu það hefði verið búið tilgreinana notkunarflokk sem er alltaf gert í upp og ég talaði við fólkarna sem eru sko, stóra verktaka og ég hef aldrei heyrt eitthvað að vera flokkað í rangan notkunarflokk sko. Það þýðir bara það hefði ekki verið sótt byggingarlega áður sko. Nei, ég veit það ég veit að ég var nú í innargeiranum að á þessum tíma þegar að þú veist, eftir brunnan að þá fer í gang, þú veist, eitthvað panik og þetta er allt hámennta fólk sem á að vera að vinna þann og alls konar lögfræðingar, ég veit ekki hvað eru margir lögfræðingar í Barna- og fjölskyldustofu og allt þetta og það er sett, sko, það er verið að taka fólk úr verki sem er að vinna hjá ríkinu til að vinna við þetta heimili skilju, menn sem eru yfirleitt ekki teknir úr verkun sem eru í voru settir í þetta verk til að skvera þetta af til að geta opnað þetta en það voru aldrei neina leyfi fyrir opnunni skilju. Nei og svo skilst mér að sko Funi hafi verið bara í teikningum og öðru, hann er sko sálfræðingur að ment, hann er ekki innmentaður. Nei, þú veist og þetta er þessi pappakassar því miður, ég kalli þetta pappakassa sem er alltaf verið að stýra og stjórna einhverju ég meina þeir lokuðu nú bara eða stöðlum núna bara 1. maí og það var lokað í sólarhring, ekki í sólarhring, þá fengur undan þá með auka mannskap. Já. Það var lögfræðingan, sko, það var áhugavert að vita hverju lögfræði kostnaður bops. Já, maður þarf að fara að láta finna þess meira fyrir sig, sko. En sko, ástæðan fyrir þess að ég tek ákvörðun að fara með hann út er það að, sem sagt, þetta er svo fáránlegt kerfi, sko, það, sem sagt, ég þurfti að ganga eftir, sko, fápröfum og svona, og svo bara viku áður þá mælist sko oxykontin í barninu, það er aldrei mælst áður sem að komst inn á stöðlum nota bene og þá bara hann er búið með þessar vikur og ég fæ hann í fangi bara í verra standi heldur en hann kom inn og þá var ég bara vakandi 24/7 og þá var þetta bara svona desperate, ég get ekki eins og sagt það ég hef gefið mér eitthvað tíma í einhverjar svaka hugleðingar og hugsa þetta til enda, þetta var bara algjör örvænting og svo segir strákurinn einu sinni og hringir í mig frá á neðaustin bara herru mamma, ég vil bara fara til útlanda í meðferðnar á Íslandi virka ekkert og þá greip ég bara þetta sé barni 14 ára gamalt sem að fullari fólk sem eiga heita sérfræðingar sjá ekki við segjum, í þessum þætti segjum sérfræðingar já sérfræðingar í hverju getur við spurt sko. Sérfræðingar í hverju, þetta er alveg ótrúlegt. Já, en á þessum tíma var náttúrulega stúlka búin að fara út til Afríku
Já, og drengur og svo 2 önnur börn á undan þeim. Önnur börn sem að, og þá komið getum kallað þetta orða á götunni þú veist, orða á götunni þú veist, inn á Stuðla að allt í einu bara komið þú veist, samt eru bara þú veist 2-3 einstaklega búin að fara þann út skilju og ég hef svo sem verið að skoða Yes We Can og alls konar verið að tala við bæði stráki minn og bara þessa stráka og bara þú veist þessa krakka þú veist að maður þarf bara þegar við eigum ekki sérfræðinga hérna heima til að hjálpa tengstaraskuðum krökkum og alls konar svona sem hafa ekki passað í skólakerfi og þetta þú veist að þarf að tala þeirra tungumál til að sé möguleiki á verða einhver breyting innanfrá skilji og þegar bara verið að tala áhuga hvetjandi og þetta kjaftaði sem hérna á Íslandi við eigum ekki sérfræðinga sem getur hjálpað stuðlabörnum eða bara þessum krökkum sem að hafa ekki, þú veist, í sumum tilfellum komaði bara mjög flottum heimilum þú veist, en þetta blandast allt saman og þegar orðið á götunni hjá þessum krökkum þú veist, að í þessu höstli og öllu þessu, þau eru öll í varnarkerfinu og öllu, þú veist, að gera og græja, þá þarf að tala annað tungumál og það þarf einmitt að vera orsök og afleiðing og það þarf að fá þessa meðvitund í þau, að þetta kemur að innan og út, þau þurfa bara að átta sig á hvað orsök og afleiðing þú veist, að því að fyrir þeim þetta bara allt eitthvað samfélagsmiðlar og bara að vera flottastur og taka sér mest af því að ég er ódauðlegur en þú veist, það ítrekkað að lenda í öndunavélum og öllu þessu og þá sko ekki heilbrigðisfólk þú veist, bara eins og með Stuðla, þú veist, frákvæsli og alls konar dótari, þetta bara einhver lúlli á vaktinni, ég búin að vera í þessu, þá ferður bara þetta. Það er ekki lækni sem skoðar einstaklingin þú komin inn á neyðarvistun. Það algjör skortur á allri heilbrigðisþjónustu við þennan hóp sko. Og bara líka heiðarleika innan kerfisins, það svolítið sem ég hef verið að gagnrýna mikið. Það þessar yfirlýsingar eins og þú hefur talað líka. Og því bæði. Já, ég meina Nonni var nú með mér á fundi og hann var vitna þegar ég spurði ráðherra, þetta er nú áður en ég fer með mitt bát, hvort það væri fordæmi fyrir því að sjúkratryggingar greiddu erlendis fyrir meðferð og svarið bara nei og nota benni, ég spurði Funa líka þessu og því var bara 1 svo bara mánuð eftir ég fer með hann út þá fæ ég þetta blað frá sjúkratryggingum bara staðfest það sem barn fekk greitt í Yes We Can og 3 eða eitthvað börn búin að fara eftir því þetta er ótrúlega það bara logið bara í augunum það er sko beint framan í mann sko. það er annarkort sko þau veit ekki betur eða hreinlega að ljúga og ég veit ekki hvort það verða já en svo starfsmaður sem að koma þessu máli sem vinnur hjá Bofs þannig að það fer engin og svo mamma sem segir við mig að hún sérstaklega tilkynnti barnaðandi Reykjavík frá sér þannig að vitneskjan á að vera þar líka já, svo sérstaklega núna það sem að þú veist við það er búið að fjallum þetta og við hefum verið að skrifa pistla og þú hefur verið duglega að skrifa pistla líka og það er mjög frábært að aðstandendur eru farin að láta heyra í sér en ef við spyrjum barnaðandafulltrúinn fyrsta barnin sem verið út til Yes We Can sem var keyrt í gegn og sjúkratryggingar greiddu fyrir meðferðina að sá barnaverndarstarfsmaður að vinna hjá Bofs í dag svo þú veist, hún inn á gólfi í höfuðstofunum, ef við bara myndum tala alþingi, alþingi barnaverndar, eða skilju Bofs hún inn á gólfi og samt erum við í þessari baráttu til að bjarga börnum. Þetta er alveg ótrúlega því að þú veist, við erum ekki í New York þetta er ekki milljónaborg, sko, þetta er land með sko Nei, og svo sagði yfirmannskan í Mosó hjá mér, sko, þegar ég sendi þetta skjal til þeirra og þeim leið bara ömulega að þá er upplýsingar sem ekki verið deilt á milli hún sagði bara, mér líður svo ég hefði klikkað búin að vinna í þessu 20 ára hafa ekki vitað þetta það bara því að þetta er bara farlega og hann er skúffu þetta er bara þakka niður Þetta er óþarf, þetta stangast á yfirlýsingarnar. Þetta er svo siðlaust og það er bara, mann er verið bara flögurst. Sko. Þetta stangast ekki á en yfirlýsingar. Við erum að tala að bjarga börnum. Nei, þessin er þetta óþægilt fyrir þau? Já, nei, þetta er bara, sko, við getum talað að vera, þú veist, glæpamaður. Þú veist, siðlaus glæpamaður. En þegar þú ert, hámenntaður oft á tíðum og þetta eru lögfræðimennta lið og sálfræðingar og allt þetta, þú veist, þegar þau eru gaggjart að ljúga af foreldrum og bara aðstendum og öllu samfélaginu þegar mannslíf undir það er mjög einbeittur brotavili þetta er bæði bara lögbrot og svo hugsa maður bara sko
hvernig getur þú bara sem manneski að lifa með sjálfur eða þú veist bara hort í spegil og farið sáttur að sofa og þú veist, hvað þessi siðferðisvitund sko fyrir utan alla fagvitund og allt slíkt sko. En þú veist, þannig getur við bara, þú veist, eftir höfðun dansa liminir. Þegar það kemur eitthvað ofan og það þurfa allir að spila með, skilu, annars bara missur vinna, hvað gerir fólk? Það verður samdauna þessu kjaftaði, skilu, því miður. Já, þetta bara, þarna skil ég ekki þetta bara að sitja og vera stiltur, sko, bara... Nei, ef þú ert ekki stiltur, þá bara kemur einhver annar í þinn stað. Það þú veist, og eins, þú veist, bara... nú höfum bæði, þú veist, unni með Guðmundi Fylkis, skilu, perla, þú veist, og með hjarta á réttum stað, skilu, og þú veist, eins erfitt og það að vinna í þessu kerfi, þú veist, að því að hann hinum megin á endan, skilu, þú veist, að hérna, ég dáist að þessu manni, þú veist, að hann sé einn í þessu, þú veist, og hann var í fríi núna daginn í hálfmánu. Maður tók eftir því í fjölmiðlum. Og maður getur bara sagt það, já, bara þegar að byrja að auglýsa eftir börnum í fjölmiðlum, þá veit maður að Gummi er í fríi. Sjáu, þú veist, spáið í því. En af hverju þarna, svo ég er búin að segja þetta líka á lögreglunni, af hverju ekki, þegar Gummi er í fríi, af hverju ekki bara eitthvað símanúmer sem einhver gerður ábyrgur fyrir, þannig að foreldrar standi bara ekki einir, þetta er engin kostnær, en það bara ekki þannig, þú stendur bara eitt sem foreldri og Gummi er í fríi, þá ertu bara, þú veist, ég get bara skrút, sko. Fyrsta stróki, þú veist, að neðavistun hjá geira mínum, þú veist, þá var Gummi í fríi. Og ég hef upplifað það líka. Og ég bara, þú veist, bara, ok, hvað nú, skilu, því maður var tengilegur alltaf við Gumma ef það var eitthvað, skilu. Svo ég talaði varstjóra og það þá bara einhverjir sem þú veist, þeir sem á vaktinni, þú veist, í umferðinni, skilu, sem eiga að hafa augun opin. Já, það einhver aktiv leið, sko. Þú veist, lögreglan undir fjármögnuð og það alltaf lítið af peningum og alltaf lítið af bílum og allt þetta og þú veist, heldur virkilega að lögreglan, þú veist, almenna lögreglan sé að rúnd upp í mjótt og það sem að Gummi að gera aldrei, skilu, ég bara þurfti að fara á vaktina sjálfur, skilu, og bara það var ég sem að stjórnaði, þú veist, með frikinu minni á lögreglunni, bara, hann þarna núna og ég var búin að undirbúa og þess vegna var hann tekinn strax, skilu. Ég þurfti bara að fara í hlutur Gumma, basically. Já, maður þarf að gera það. Skilu, þú veist, og þú veist, foreldrar sem þú veist, bara að vinna og gera og allt þetta, það alveg nóg álag að barnið sé komið í einhver áhættuhegðun og neyslu og bara, þú veist, við þekkjum það hérna, en þú veist, það þurfa að vera í þessu líka. Já, kannski bara einn í 12 tíma að leita eitthvað, þú veist, eða meira. Sólarhringa. Já, svo alltaf að tala svona, hann fannst þú veist, afleiðingarnar eftir að þetta hlýtur alltaf að taka rosalega á ykkur sem foreldra. Já, og svo var alltaf, svo sagði mér stund frá Stulin, bara eitthvað, ég meina, hann finnst alltaf svo fljótt, ég bara eitthvað, af hverju það? Það er því ég alltaf, þú veist, komin út og svo fólk, ég meina, þarft þú að fara út að leita? Bara sorry, sem mamma, hvað ég sita heima á mér og pússa með neglunar og ég veit ekki hvort að barnið mitt sé lífandingstar. Maður stendur bara, maður heldur áfram þangað til að maður dauður, sko. En ef fyrir maður sem mitt út í þetta, hefur þér verið boðin einhver þjónusta eða einhver stuðningur? Það voru voðalega erfitt að sækja það, sko. Það hefur verið bara, og kerfið bara í raun og verið unni á móti mér, sko. Þú veist, hvaða stofnun sem að það sko. Það hefur ekkert verið að vinna með manni, sko. Hvort sem að verið, þú veist, umönnunarbætur fyrir barnið eða... Já, bara einhver stuðningur, veist, eða núna... stuðningur til dæmis. Já, ég fengi einhverja sálfræðtíma frá sveitarfélaginu, en ég á 1 tíma eftir og spurning hvað ég gerir svo, þú veist, maður bara brunarúst, sko. En að þið tölum núna, þú veist, að núna er verið að tala ríki og þetta, þú veist, kostnaðin á ríkið og það er búið að ganga aftur samningar og þú veist, það sem ég vissi ekki þegar ég var í þessari baráttu þú veist, að því að stundum settum að leitabeinni, síðan er búið að afturkalla leitabeinina. Jú, síðan veit ég það í dag að það að því að
sveitafélaginu rukku fyrir nætunar á Stöðlum, neðavistum, skiljið. Já, ég lendi sem betur fyrir aldrei í því, sko, ég var brjálu, sko. Já, og þá, ég skildi þetta ekki, maður að reyna að bjarga barninu sinu, maður að tala um barnaverndarstarfsmenn sem eiga að vera með hagsmun barnsins, og þá kemur bara eitthvað, já, þetta bara svo mikill kostnaður fyrir sveitafélagi að vera að geyma barna á neðavistin í Stöðlum eða bla bla bla, skiljið, en það raunin. Og ég hef alveg heyrt þetta, bara því miður, eftir á, þá fór ég að skilja í mínum já, nú skil ég, þeir eru að spá í einhverja krónur en þeir bara hafa krakkan á einhverju verðgangi í dauðaneyslu á götunni, já, bara sveitafélagi hefur ekki efna á þessu, við erum búið með peningin eða hvað, ég veit ekki, fattar þið? Maður skilur þetta ekki, þetta eins og bara með, ég sá tölur í gær sem eru sláandi og sem ég búin að vera að skoða þetta aðeins núna með kostnaða og var í því í gær og svona verið næstu daga svolítið í því, en bara í loftslagsmál það ríkið búið 87 milljörðum á síðustu 10 árum. Já. Þetta meikar ekki sens. Nei, engan sens, sko. Og allir þessi styrki fyrir alls konar svona tísku land sem með endurnýjanlega orku, sko, við erum ekki að brenna kol eða eitthvað álíka, sko, þetta bara steypa. Þetta bara meikar ekki sens og Slíku gæluverkefni. Já. En svo þegar kemur að börnunum og þá þetta orðið á dýrst, þetta bara Nei, en svo líka, sko, svo kerfi, núna maður borga meðferðin sjálfur og svo var búið að setja fordæmi fyrir því að sveitafélögin borguðu ferðakostnaðinn, flugið og þetta, nema núna sótti ég það og ég fæ synjun á það og ég var að hugsa, því að núna náttúrulega, vita ekki hvoru meginn þetta fellur, sko, sveitafélög eða ríki og ég var að hugsa, ok, ég treysti núna á það að fá ferðakostnaðinn til þess að geta klárað að borga meðferðina sjálf. Eru þá í raun og veru að ýta mér í það að ég taki barnið frekar heim og ég bara hann það frekar fór Klettabæ sem að það ríki að borga 12-15 milljónir á mánuði ófyrir síðan tíma í staðin fyrir að hjálpa manni í því að klára hlutina almennilega, hvað einhver 500-600 skall á 3 mánaða fresti versus 12-15 milljónir á mánuði ófyrirsjáanlega tíma. Þetta bara, og barnið fær aðstoð, en það verið að ýta öllum í að setja bara ennina geymsluna sem að Klettabæ eða Vinakoti eitthvað sem bara þvílíku kostnar og bakki fyrir bæði sveitafélagi og ríkið. Og svo spyr maður sig núna, hver þessi skilgreining á þessum hóp sem flokkast sem ríki og sveitafélagi, að alltaf barn sem vista utan heimilis alltaf að komið með meðferð eða inn á Klettabæ eða það alltaf vista utan heimilis, sko. Já, með að ég hef alveg komið inn á íbúðir og hitt krakka sem í Klettabæ eða svona vistu utan heimilis og þetta ágæti starfsfólk en þetta bara fólk sem í námi og vaktavinnu og bara þetta ekki fagfólk þetta er líka bara enn geymslan það engin meðferð í gangi eða hvað verið að leysa einhver vandamál, sko. Ég nú bara með vídeo frá einu svona heimili sem maður sendi mér, það bara verið að reykja krakkaðinni, sko. Nei, hættu. Já, það er aðeins öðruvísi, það er ekki Klettabæ. Nei, ég segi það er ekki Klettabæ, en þetta bara það er svona úrræði fyrir við erum að tala um börn, skilju, en það er svona fyrir eldri og svona kannski búin að taka aðeins meira á því, en kannski ef að þau hefðu fengið þessa hjálp, að því að ég veit hvað einstaklega þú tala sem á þessu heimili sem þú tala ef þau hefðu fengið hjálp í skólakerfinu, gripi, á þess að setja bara greiningar og díla við það, skilji, og pillu við því, skilji, ef þau fengið raunverulega hjálp í að fóta sig í lífinu, við erum með rosa gott greiningaferli, en þegar það komnar alltaf greiningarnar, hvað þá? Það er ekki líka eitt sem ég skil ekki, að því nú ég ekki aðstandandi og þannig sé ekki verið í þessu samóðið, en svona ég hef alveg verið í pólitík og alls konar svona, en það sem ég skil ekki, allir þessi sérfræðingar og þessi pólitíkusar, að þeir, átt sig ekki á að taka almennilega á þessu, það sparnaði fyrir kerfið in the long run. Já, bara gríðarlega sparnaðar í því, sko. Það er að tala með, þetta kostar svo mikið öll og dýst og við erum að dæla meira peningi, okkur gerir þetta ekki bara almennilega með fólkum ég sagði, sko, ég var að vinna 150% vinnu
og var að vinna niður í háskóla og svo 100% inn á klínik og ég segja það barnaðinni í sko, þú veist, þá ég var vakandi í sko meir en ár sem að þetta var orðið sko þannig slíjandi að ég gat ekki meir en í ár var ég bara, þið verðið að hjálpa mér á meðan ég stend í fæturnar en hvað gerist, þú veist, þegar þú sefur ekki og þú veist, þú ert ekki búin að sofa sko í 2 ára eða eitthvað, þú veist, svo krassa maður bara, þú veist, og hvað, þú veist, heldur þetta sé ódýrara núna fyrir samfélagið, þú veist, þetta svo heimskulegt að það bara næri ekki nokkru átt. Það er einmitt þetta, maður skilur þetta ekki. Nei, það alveg verið margar rannsóknir á bakvið það, þú veist, að fyrir hvern dollar sem þú setur í meðferðarstarf, þú veist, fær ríkið $7-10 tilbaka, skilju. Já. Þú veist, það er bara alþjóðleg tölfræði, skilju, en við eigum bara því miður örfáa sérfræðinga hérna heima sem að tala tungumáli og sko, ef maður skoðar hóp týndubarnanna, sonur þinn og fleiri, þú veist, þetta eru miklir hæfileika boltar sem að mín tilfinning, allir, þú veist, það eru, þú veist, duldir hæfileikar á bakvið og yfirleitt er þetta krakkar sem koma úr svona ekstrím íþróttum, þau eru kannski ekki skilju og þú veist, ef þú ætlar að setja það barn inn á Blöndulíða, hvað sem þetta ESI eða hvað sem þetta heitir í dag skilju, með einhver áhuga hvetjandi samtöl þú veist Já, sem þeir ráða sig hvort þeir mæti í þau þurfa ekki að mæti í að vilja það ekki sko. Það má ekki þinga neitt skilju, þú veist, af því að þau hafa eitthvað sem er ekki áhuga og þau mæti ekki í þetta, það þarf að rétta þeim eitthvað sem að meika tilgang hjá þeim og þau fá eitthvað svona spennu eða svona þrillaðeins í staðin fyrir að vera í mjóttinni, þú veist, að fá þrilli þar, þú veist, það þarf að rétta þeim eitthvað og þar kemur bara, þú veist, ég væri ekki á lífið, ég væri ekki, þú veist, í aksturíþróttum og öllu þessu sem ég er að gera, þú veist, ég þarf bara mína útrás, skilur við? Ég tengi líka þetta, sko. Þú veist, og það er, sko, við tölum ekki áhuga hvetjandi, við þurfum að sýna áhuga hvetjandi, við þurfum að sýna gott fordæmi og við þurfum að vera með eitthvað svona prógram, þú veist hvort sem það er hestamennska, mótorhjól eða þú veist power, svifdreka eða klettaklifur eða þú veist eitthvað svona aðeins, þú veist, til að krakkarnir fái svona tilgang á innan og fara að elta einhverja drauma, þú veist, sem að make a sense fyrir þau. Þú veist, ef við kveikjum ekki á hjartastöðunum í þeim eða tilfinningalífinu, skilji. Að þess að ég sé einhvern sérfræðingur, en nú er ég marksjálfi. Það er mitt eitt svona, því meira sem ég skoða þetta og því meira sem ég er að hanga með nonna. Þá alltaf meira og meira. Sko, ég skil ekki að hverju ekki meiri marksjálfi, en markmiðasetning. Þeim sem kennt að setja sér heilbrigð markmið. Bara þegar þú hefur áhuga á sporti eða tónlist eða whatever, að það sé þá ræktað. Það þarf að fá tilgang. Það fá hana tilgang og hjálpa þeim, þú veist, það er, þú veist, þegar þú lærir markþjálfun, þá skiptir ekki máli hvort þið fjármála, þetta er alltaf sama tæknin í grunninn. Það sé ekki... Það bara þarf að kveikja á kerfinu, þú þarf að fá tilgang, þú þarf að fara að líða vel með sjálfa þig, þú veist, til að þú eigi séns út í þessu stóra heimi, skilji. Já, en mér svo þeir eru á fullu í íþróttum úti. Og núna heldur sko eins og með minn að það, þú veist, hann er alltaf bara komin í það mikla ofþjálfun hann þegar þetta byrjar sko, allt í að segja að núna er úti sko, já, ég þú veist, get ekki alveg ákveð mér langar annarkvort þegar ég kem heim að fara aftur í fimleika eða fara í MMA. Veist, og hann er búin að vera að gera tónlist á fullu úti og þú veist, og hann bara búin að vera að spila alls konar íþróttir, þú veist, og svo náttúrulega er það að fara í, þú veist, langa göngutúra og þú veist, það er bara fótbolta, körfubolta, þú veist, rugby og þú veist, bara öllu þessu sko, með öllu hinum, með því að vera líka að vinna og þú veist, vera í skólanum og í skrefavinnu og þú veist, já, ég meina, og sko, þú veist, ef maður, þú veist, endurræsir ekki vélina, skilju, þú veist, ef þú ert ekki að þú veist, að fá súrefni og blóðrósina og allt þetta í gang, skilju, þú veist, þá náttúrulega gerist ekkert. Þá bara virkar heilin ekkert, litla bönnin uppi, við þurfum að vera, þú veist, fara á fætur og gera og hreyfa okkur og þú veist, ég er ekkert alveg að það þarf að vera svona, þú veist, ekstrím. Nei, það þarf samt að vera meira en PlayStation talva, sko. Já. Er PlayStation talva alltaf í Afríku? Það er engin PlayStation talva í Afríku. Það finnst mér nefnilega. Það er bara, þeir eru, þú veist, það er með vatn, þú veist, það sem þeir eru að hoppa fram á kali og
Þeir eru að virka einhverja sprænur hann svo þeir hafi rafmagn til að horfa á vídeókvöldin eða eitthvað? Já, það eru bíókvöld og svo spilaðir og það er ekki samfélagsmiðlar. Þeir eru skapandi með höndunum, ekki í huganum með höndunum. Það eru hestar líka og kýr og hundur og köttur. Þetta er alveg ótrúlegt. Mér finnst það alveg, En í gamla daga, þá voru svona heimili. Já, þú veist. Jú. Ég man að þeirra afi hringdi í mig fyrir 30 árum eða eitthvað, þú veist, og var að spura mig motocross-hjóla því að Lions-klúburinn ætlaði að gefa á eitthvað svona heimili sem var einhverstaðar í Selfoss eða þar, sem voru hesta líka, þú veist, 2 svona crosshjól. Ég sagði, bara láttu kaupa þetta, þú veist, og það var gert, þú veist, og þá var að vera að rétta krökkunum, hesta, motorhjól, eitthvað til í skilji. Svo líka, þetta er alveg til, svo líka þegar maður spáir í sérfræðinga og þessar starfsmenn, eins og með þessar samfélagsmiðla, þú veist, þekkir þetta, nú er ég að vinna, hef kynnt með samfélagsmiðla mjög mikið, bara sem markaðsmaður. Og þetta er stórhættulegt, hvernig það virkar, en ef þú kannt að nota þetta, þá er þetta alveg jákvætt, sko. En það er vinna og þú þarft að hafa fyrir í að láta samfélagsmiðlana vera jákvæða. Já, en þetta er algjört eitur fyrir krakka og úlinga, sko. Og bara fyrir fullorðna líka, bara fullorð fólk kann ekki að nota þetta. Það er það sem, þú veist, minn punktur er sá að það er nú búið að koma dómsmál hjá Meta, þú veist, út af svona því að við erum bara lesin í gennum símana og þú veist, og ef við setjum athygli á eitthvað og þá sérlega meira því, sko. Þá bara stækkar það og það er bara mín raun, mín reynsla og raun, þú veist, bara í þessu sko, það sem að tók mig 10 ár, þú veist, að fara í gegnum einhverja svona rugl tímabil skilu og fá upplýsingar þeir eru bara konum með þetta 2 vikum samfélagsmiðlum. Og líka bara eins og það er núna til dæmis sem er mikið í gangi og þetta var, ég var að lesa skýrslu þetta, að það er eitthvað sem heitir rage bait. Það verður að reyna að gera það reyðan til þess að deilir meira. Og það pælingi mín er þú veist, þessi starfsmenn þarna þekkja þér þetta, kunna þér er verið að hjálpa börnunum að læra inn á þennan fake heim 100% ekki, sko. Nei, og þú við erum að spyrja bóks út í þetta því ég er búin að skoða mikið eins og með barnið mitt, ég alveg tek heil ræðunar, hún er mjög opin, sko, mamma er svona hippi, mjög mikið á móti þessu, svolítið haldið frá henni. Svo kem ég með alla þessa þekkingu, þannig ég sest reglulega niður með henni og fer yfir svona samfélagsmiðlana hjá dóttur minni og ég þegar hún var sofandi þá fór ég og skoðaði jákvætt, positív svona markþjáladót og eitthvað tónlist, þannig að algoritminn hjá dóttur minni, hún skildi aldrei að hún var ekki að fá á samu vinnu sínir. Þannig að ég þurfti að fýta hana jákvæðinu og réttu efni. Talaði við svona bóndið sem ég, en þetta er eitthvað sem þú þarf að hafa í huga. Það sem ég veit samfélagsmiðla er samtal mitt við strákinn minn, skilu, og þessi týnduböld, skilu, að því að ég svona spyr, þú veist, og síðan kemur eitthvað, þú veist, hann að tala við mig eitthvað og ég sagði, hvar færðu þessar upplýsingar? Og hann eitthvað, þetta er ekki alveg svona, skilu, og þá sá maður skekkjuna, skilu, þú veist, ég upplifði skekkjuna að því að, þú veist, það sem hann var að segja partí var rétt en það var búið aðlaga að þessu kjaftaði. Það er búið svona að setja glansmyndir á þetta, ég sagði þetta er ekki raunveruleiki. Og þetta eins og með þess að strákar sem er að græða eins og Andrew Tate og þetta er stórhættulegt, sko. Þú talar eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta tala Nei, þetta er bara, þú veist, svona fyrirmynd og þarf að vera sterkur og sko það finna með hann bara... að ég sé hann í, sko, ég nefnilega minn podcastlisti er mjög seinfúl, sko ef við mögum sletta ég ætla ekki allir sjá hvað ég lista á nema það var grínistar tjón sem eru með þann þátt og þá voru þeir að taka hann, sko, til þess að gera grín á honum þannig að, þú veist, svona kalla hann svona cool guy, sko, og vera og þannig að ég náði aldrei svo þetta fór að verða svona mainstream og ég var alltaf bara, þetta hlýtur að vera bara djók hjá kurnum, þannig að ég sá þetta frá öðru sjónarhorni, en svo breyttist þetta, en ég get ekki ennþá, ég sé þetta ennþá með bara þeim glerjum að þetta sé bara eitthvað djók, sko. Þetta er alveg, þetta er einmitt það sem ég er að benda líka, við fullorðnir, þú veist, ég veit þetta því ég er búin að stúdera þetta, því ég er búin að læra bara til að selja vörur og þjónustu, ekki til að menn uppleita fólk.
Ég segir okkur það, já. Hann er alltaf að spila þessu kórdreng, skilur. En þetta var svona neðaböldu staðar náttúrulega. Já, þetta þú veist, en eins og með þess að krakka, þú veist, þetta, mér finnst að starfsmenni eiga, þú veist, þetta samtal þarf að eiga þessi staðins á Stuðlum. Sko, ég get sagt þér sögu, vissi þú vorst að ræða þetta. Ég skal koma með eina. Já. Sko, minn fekk símatíma á meðferðardeild Stuðla. Og þú veist, ok, þetta er bara annarkvort, ég á tvo options, annarkvort verði alveg brjálið eða þetta verður fyrir hringin og þetta verður svo fárlegt að maður getur ekkert annað að fara að hlæja nema þá var þess að og þau vita þessu, segja mér ekkert frá strax, ég var ekki búin að segja þér frá hóra skemminans Já. Þá var hann þess að skema einhverja barnabæra sem ég kom síðan að voru legit barnabæra sko og þóttist að vera bara eitthvað stelpa inn á Snapchat og þetta var hann að gera inn í herbygginu á Stuðlum hann sem var heimsóknarherbygginu já, og svo einhverju leifinu þá kemur hann bara út og þá var, þóttist hann alltaf að senda myndir af sér, þóttist þeirra stelpa og alltaf að senda myndir og gauðra voru actually að leggja inn á hann og svo bara að blokka hann áskilu og svo fyrir ég eitthvað ræð og svo kemur krakkin bara út með 30 skalli hórubenningunum skilu sem hann var búin að safna á meðan og ég ringi upp á Stuðla og svo náttúrulega kom hann bara rallandi að inn á Stuðla með fullt af drasli með sér og ég ringi hann uppi þér og ég bara eitthvað þið átti eitthvað ræð hann í sko Fjársvíkum hann inni á meðan að fara símatíma og þá voru þau búin að vita þetta ykkur tíma og sagði mér ekki frá þessu en ég Bíddu, stoppa hann og þau vita þetta bara þau vissu þetta bara og svo fór hann bara út í leyfi og svo kemur hvort hann kom inn með sveppi og þau bara, hann er búin í þetta sveppa þegar hann búin að fóru og keypti sér alls konar fyrir hórbyrningi ég bara, ég vona að hann fari bara vont sveppa til bara, já, þetta ég var þetta verið ókistlega ég meina, hvað á ég að gera? Það ég let hann ekki fá pening sko, þetta er peningar sem hann náði að vinna sér inn í símatímana sem þeir gáfa hann vitandi hann væri að gera þetta skilur basically bara í Fjársvíkum hann inni, bara lögbrotum í símatíman og starfsmennir yfir hann you can't make this shit up sko. Já, sko, þetta er ekki bara þetta þú veist, bara, sko, það er þú getur hringt sem foreldri aðstandi inn á Stuðla hvort sem það niður með það skilu og þú veist síðan bara þessi krakkar þeir láta bara palla hringi í sig og bara já þetta er Viktor bróður skilu og þú veist akkur er ekki bara þú veist kerfi sem að bara þessi símanum með að hringja það kemur símanum þú veist úr öðrum síma já, þá er bara ekkert samband þetta nú aftur bara virkar þetta svona já, bara, veist, Doddi var að hringja í geira minn skilu þykist vera Viktor bróður hans og eitthvað og bara bla bla og þá eru þeir að plotta eitthvað þú veist að dúli-dú eitthvað skilji þú veist þetta er svona einfalt bara þú veist ef það væri einhver ægi hvort sem það á neyðavistun eða meðferðinni þú veist eins og bara ég átti samtalana út af guttunum þínum hana við eitt sem að var að klára meðferð það kemur að við hitt sem helgina ég er nú að losna meðferð klára meðferð þú veist en ég ætla nú að djamma þess ég veit það var í SMS-i og ég bara svona leðilegt að heyra þetta var að bynda að djammi eftir að vera í meðferð og skilu þú veist bara þetta er mindsetið Nei, þú veist, þú ert búin að vera inn á neyðavistun marg oft þessi drengur, ég veit það, skilju, og búin að fara í gennum þess að meðferðar bla bla bla. Oft, sko. Já, og hann er að klára meðferð á Stuðlum, þú veist, og er alltaf í samskipt við mig út af einhverju máli, skilju, sem að, og síðan bara, þú veist, og það kom líka, alltaf að koma einn, þú veist, eins og ég var, þú veist, þetta er svo mikið steipa, en þetta er allt inn á Stuðlum, þú veist, bara, ég veit annað svona skilu þá kom einn bara svona fylgdarkonna þeir pöntuð eina hættu já, hún bara dinglaði bara var að koma þú veist bara að selja sig skilu oh my god og það var bara starfsmenn sem þetta var neyðavistum þeir voru hann í klukkan með það hlæjandi skilu þú veist nei þú veist
það ekki skrítið að sé ekki biðlistar eins og Inga segir Já, biðlistin var náttúrulega ekki í grunnmeðferð, hann var bara ekki það var í grunnmeðferð bara ekki á Lækjarbakka akkurat, en ég átti sko samtal við minni mitt eins og þegar hann laumaði kærustuninn sko, af því að nú setti hún vinkona okkar þetta svo skemmtilega upp, að því hún sagði sko, þú sér það ef sko, þetta fór fram hjá dagvaktinni þetta fór fram hjá kvöldvaktinni og ef hann hefði ekki beðið starfsfólkið að hleypinu út, þá hefði þetta farið fram hjá nætuvaktinni líka og við vorum að ræða þetta núna út í Hamborg og það var ekkert eins og við værum eitthvað að hafa hljótt heldur hann sko. Hann beðir að hleypa láta hleypinu út og svo finna við ég ætla að hringi gumman í djóki bara, er svona eitthvað að leita barni sem týnt inn á stölum, svo segi þetta við nokkru dögum setna, hann bara, það var mammenar án gríns farin að hringi hann að leita hannum og leita henni já. Og svo finna við og svo kemur leitabeðina hana einhverju dögum setna og ég án gríns hringdi upp á Stuðla, ég bara nokkuð týnt barnan inn í okkur, segi þetta og gumma, hann bara, þú hringdir ekki, ég bara, jú, ég hringdi, ég meina, hún var týndan daginn, af hverju að ekki hringja og tjekka skilur og sé á neyðavistun það nefnilega verið að leita henni já, og gumma fannst að finna, já, ég hafi alveg hringt, en ég meina, hvað ég að halda skilur, þetta var bara staðan fyrir nokkru dögum sko, og þau hringdi ekki í mig til að segja mér sko að hann hafi laumað hann inn, ég frétti þetta frá honum daginn eftir, það bara, veistu hvað ég gerði? Ég bara, nei, og þetta sker helgi, það hringdi maður miðvikudegi, upplýsingarnar frá einu herbyggi til annars tóku eitthvað 4-5 daga að berast til forstöðumannsins, já, hvað var að bíða eftir e-maili, menn akkur labbaður ekki einu hurð, bara eitthvað herðu, þetta gerðist, þetta bara... Þetta eins og þetta kom okkur ekkert við. Já. Barni og við erum að tala börn skilju, sem ekki sjálfráða þeir eru bara börn og þau ber ekki ábyrgð skilju, við berum ábyrgð á þeim skilju og þau eru að gera alls konar og þetta á vegum ríkisins, þetta neyðarvistun og meðferð á vegum ríkisins og við erum ekki upplýst alls konar hluti og bara er það löglegt yfir höfuð? Nei, alls ekki, það er ekki löglegt það er punkturinn sem ég er að koma með skilju, og ég man bara þegar ég hringdi hana og alltaf eitthvað á hann og ég sagði já, hann er í útivist og ég alveg, já, hvað getur útskýrt hvað það þýðir fyrir mér, er hann út í körfubolta eða hvað, þá bara, nei, við förum bara lefaðum að reykja upp á Hvaleyrarvatni eða eitthvað eða í Bónus eða eitthvað og ég bara, hann er á neyðavistun, er ég að miskila eitthvað? Nei, þú veist, nei, þú veist, og hvernig, þú veist, sko, það er búið að vera í fjölmiðlum, þú veist, bara þessar veipsjópur og allt þetta er 18 ára aldurstakmark og það er búið að vera umræð og allt það, en akkur eru starfsmenn Stuðla ríkisins að bera lumur og dót í börn. Já, það til dæmis má ekki Afríku og það talir fall, ef þau falla á nikotíni, þá er það bara fall inn í þeirri meðferð. Svona átt að vera, maður skilur þetta. Nei, bara, þú veist. Ég var svona útivistarsögu nefnilega, sko nokkrar og þegar náttúrulega, við vorum líka búin að djóka ég og Gummi að fara með þessu í Nammiland í Skefinu sem að þeir notabenni gerðu og hann alltaf strauk, svo eitthvað skipti, þá vissi hann alltaf að fara að strjúka og ég var búin að hringja 3-4 sinnum eftir. Ég bara, þá var ég búin að vera endalaust að leita á honum, ég veit hann að plana að strjúka, þú skilti ekki fari og þeir bara nei, við förum með hann bara eitthvað, þú veist út á landi eitthvað. Herru, síðan var hann alltaf búin að skipuleika hvað að fæða keisting og hann bara, ég vil fara í Bónus í Kórakverfinu sem að notabenni þar sem hann týndist og svo náttúrulega bara hringjaði, hæ, hann er strókin og hvar strauk hann? Að ég fór með hann í Bónus í Kórakverfinu, síðan fer ég með Gumma og keiri hann upp í Bónus í Kórakverfinu og Bónus í Kórakverfinu var með þess að loka þarna framkvæmda sko, eða krónur eða hvað það var hann þannig að þá var hann bara búin skipuleika, ég ætla að fara að gista hann á vini mínu sem heima hann rétt í ábið og bara að fara með mig þanga og hann fór í strók. Ég var svona sögu líka, þú veist, ísbúðina. Já, bara, þú veist, og þeir, þú veist, það var bara kortir í bíó og hann fekk til að keyra á jójó í svo nýbleginu, voru að fara sko bara í næsta hús við Stuðla. Já. Þú veist, það búið að kaupa mið og allt, skilur og ég bara svona, já, bara í bakarinn á vinkonu sinni, skilji.
ég bara, eru þið þroskaskertir? Þetta er við vorum einmitt að spyrja bara sem sagt boss með þessar verklagsreglur það var áhugavert, þá komum við inn að þetta sem við erum að tala núna hver ber ábyrgðin á þessu? Já, og svo skil ekki heldur eins og þannig, þegar svona gerist akkur hleypur ekki starfsfólki með sjónmáli og ringi bara 112 og fær merktan bíl í staðan fyrir að tína þeim, þurfa síðan að senda beiðni, heyri barnavernd þarf síðan þriðjali sem sá ekki barni seinast og í hverja var hana, þeir þurfa að senda á lögguna sem þarf síðan að bóka þetta og heyra síðan í gumma, þú ert búin að leita radíusinn þá ertu bara fann að kosta bara marga klukkutími í leit af því að barni getur komið hvert sem Þetta er nefnilega svona fyrir mig sem er svolítið svona fyrir utan þetta skil ég ekki og nú hef ég, ég veit ekki hvort ég verið í rekstri eða eitthvað en til dæmis bara sem yfirmatrislumaður það kemur eitthvað upp þá reynir maður að byrja hvað í keðinu klikkar þetta steikin eyðilegist ekki aftur þannig að tala líf barna enginn sem fyrir herða á barn sem strauk hvað klikkaði ekkert þess niður með þessu starfsfólki við ætlum bara að ræða í áhugakvitjandi viðtölum við barni ég með ekki elda eftir að fara út en ég meina, hvað er þetta að skaða þótt þú sérst með sjónaði, bara eldi og það bara hringdi 112 og bara næsta merta bíl bara á staðinn strax eins og Gummi Fylkis hefur sagt börnin sem á barnaspítala Hringsins þau hafa ekkert rétt á að fara í útivist skilu það er með lunnabólgu eða eitthvað Nei, við erum að tala krakkar sem í mjög harðri neyslu bara í lífshættu þau eru sett í neyðavistun og þú veist, ég bara hef unnið á meðferðarheimilum og þekki fíknisjúkdóminn bara mjög, mjög vel skilju að það sé verið að þú veist, þau geti stjórnað neyðavistunum sinni bæði með því að þau geta komið með allt innana, það er ekki leita á þeim skilji, en það er samt verið að setja þá í neyðarvistun til að taka þau úr skaðlegum aðstæðum til að geta ekki skaða sjálfa að segja aðra en við viljum samt bara setja þau í eitthvað neyðarvistun stöðla og þar geta þau bara verið að skaða sig meira bara, já. Það er þetta minnstu sem ég er að heyra sérstaklega að vera núna svolítið með nonna í þessu og taka þessi villur og eins og segi, ég er svolítið að koma utan að Já, en hvað er neyðarvist? Hvað er neyðarvist og þú veist Nei, orðið fellur en sjálfsýst þetta er bara alveg ótrúlegt þetta líka þetta minnstu, nú er ég með 2 foreldra sem þér að segja sömu söguna þitt gott barni, en þetta er sama saga og ég var á 12-spórafundum daginn þá var ég með stelpa sem lýsti þessu líka þetta er samnefnari allstar það er svona pointi sem ég er að segja þetta er alltaf sama og þetta er ekkert búið að vera í 5 ár Nei. Þetta er búið að vera bara í áratugi það þarf að skoða þetta Já, það er eins og mamma strax sem að fór samferða mér út þú veist, smálega er að henni var bara ekki komið langt en hann hún byrjaði bara nákvæmlega saman ferli og ég með strókin og blöndulíð og annað þess að segja Gummin að heyri mér því ég var búin að gefa hann leyfi fyrir því að ef fólk var í sömu stöðu bara velja úr og hún fer með mér út nánast ókunnur í konu sem er frekar fyndi en það var bara því að þetta var bara nákvæmlega eins og hennar upplifun er nákvæmlega eins og hjá hinni vinkonu minni þetta er nákvæmlega eins og við höfum öll sömu sögur að segja þetta er alltaf sama þú veist og ekki alltaf verið það sama nei og foreldrarnir er að berjast við eitthvað sem er ekki hægt að berjast við af því að þú getur ekki tekið markæl á neinu sem er sagt við þig í barnavernd sem að það finnst mér alveg og þá er þetta fyrir þetta snúast nóttin kostar á mikið að hafa þarna við ætlum bara íta foreldrunum í einhverja rugl átt sem að veldur ennþá meira tjóni það er samnefnarinn hjá öllum foreldrum og þetta er búið að vera í áratugi ég var nú bara rökkrað við Ásdís í bæjarstjóra í Kópavogi og þar skaut ég svolítið á hana að þetta skilji ekki, þú veist að meðan og ég sagði þetta bara við hana að meðan verið að rífast hver á að borga og hver á að gera þá er bara börnin að deyja
lög og reglur, þau skipta barnavernd engu máli og líka þess að pólitíkusa sko. Nei, bara barnasáttmálinn og mannréttindasáttmálinn segir að banna að mismuna en barnavernd gerir það ítrekkað skilu, að því að Reykjavíkurborg var með samning við til dæmis foreldrahús og borgaði meðferð þar, það var samningu þar á milli sem til miður búið að loka núna, það er manneskja sem veit alveg hvað hún talar skilu, og Rúna sem var þar, hún hætt komin að vinna út í Svíþjóð mjög færar manneskjur með sama sömu sín og ég, tala sama tungumáli og ég, veist, bara svona faglega sé, skilu og sko, ég sótti hjá Kópavogsbæ meðferð á foreldrahúsi nei, ég sagði að það vera að mismuna, þar ég að flytja með barnið mitt í Reykjavík til hann getur komið, þú veist. Svo alltaf að tala þetta sko. Nei, þetta bara, það vera að brjóta landslög. Já. Líka sko, ef þetta líka brot á heilbrigðislöggjöf og þarna kemur þetta vitleysu ráðuneyti, það þyrfti náttúrulega að vera undir heilbrigðisráðuneyti af því að heilbrigðislöggjöfin er alveg skýr með lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu sko, að ríkinu ber bara veita hana og greiða fyrir hana. Þetta er án undantekninga. Án undantekninga. En svona, hvað hægt að gera í dag? Hvað myndir þið vilja sjá að er gert, þú veist, í dag til að bara fyrstulega að foreldrar fengi stuðning, ég vil fara að borga fyrir meðferðir út bara ASAP sko, að því að fagþekkingin er ekki til hérna, byrja þar. Það er alveg augljóst. Sko. Svo þarf bara á meðan, ég hugsa að það þurfa að fá fólk utanfrá til þess að byggja upp, erlendis frá til þess að byggja upp þessi kerfi hérna, að því þessi fyrirmynd og kerfi sem eru að vinna eftir er ekki að virka hérna. Er ekki að virka. Það er bara margsannað. Alls ekki að virka sko, en svo er líka bara þetta, mér hefur liðið þessu sko, eins og maður sé bara alltaf að drukna og í staðin fyrir að henda einum björgunarkút þá er bara grýtt í mann sko múrsteinum, endalaust og þetta bara tæti mann rosalega mikið sko. Maður hættur að geta verið að synda marfaða sko. Það þarf bara að vera að koma með bara 2 björgunarbáta til að halda sér í sko og veist, þetta er sko þetta er líjandi þú veist, þetta er opbáslega líjandi þú veist, að vera með barn þú veist, bara, og ég sko þú veist, ég kannski að sjá það betur í dag skilu, þú veist, þetta var alveg erfitt en þú veist, síðan fer maður að sjá svona skýrari mynd þú veist, hvað þetta tók rosa toll á mér skilu, og þú veist, það er nú hvað 18 mánuðir frá brunanum í Stöðlum held ég, er að verða 18 mánuðir skili, og maður er kannski svona ná orkustíginu í eitthvað svona sem að maður hafði en áður en að þú veist, barni fór í rugl skili veist, þetta tekur ótrúlega og þetta tekur tíma og þú veist og sko, það sem mér finnst svona eflaust, þú veist, ef maður hugsaður þetta kerfi, akkur er þetta svona kerfi að því að þau eru kannski bara öll í börnáti annars og eru bara, þú veist, í einhverjum svona neyðar viðbröðum eitthvað, skilu, þú veist, þetta er þú veist, svona að vera plástra hér og þar en þetta er ekki draumverulega lausn á neinu sko. Nei, það er allir í shutdown einhvern veginn í þessu kerfi og þetta var svona en eitthvað, þú veist, bara þetta bara fer í einhver drullu skíthús þarna hjá þeim. Það sem að ég skil ekki, þetta er eins og við hitt 2 sem eru í velferðarráði alltaf ef maður hittir þetta fólk augliti til auglitis þá er þetta alltaf svona, þetta er alveg hrikalegt og eitthvað, en þú veist, svo gerist Nei, það bara brett upp ermann sko. það var sett nefnd þú veist, bara sem að við fórum að hittum og það var svona umræða fyrir nokkrum mánuðum og þú veist, það voru alþingismenn að hafa sambandi með bara á Facebook og ég var að hitta henni í Smiðju og ég er búin að veita, þú veist, þessar upplýsingar veist, og þessi nefnd átti að fara að skoða þessi meðferði erlendis en hvað er þessi nefnd núna? Hvað er þessi nefnd? Það er eitthvað sem við þurfum hvað er búið að gera mikið að nefndum? Já, það er einhver starfsótt reyndar að vinna í því og hérna þetta er ekki geimvísindi Nei, þú veist, þetta er ekki geimvísindi það er nefnilega því að við erum búin að senda inn fyrirspurn inn í sjúkratryggingar og upplýsingarlöggjöfin og allt þetta þú veist, það er ekki verið að svara manni Nei, og svo er það bara efni í heilan þátt sko að buglhlutin, geðheilbrigðishlutin, að bugl geti bara valið, það er bara, þú veist, börn með, þú veist, sjálfskaða án fíkniefna,
geðróf án fíkniefna, átraskanir og það var eitthvað eitt í viðbót. Öll önnur geðræn veikindi með að éta þessum út í frís. Já, maður skilur Þetta galið. Já. Hvernig getur heilbrigðiskerfi bara eitthvað, nei, herðu, að því að þetta hendur ekki inn í þennan hóp þarna og þá bara fá þessu bara enga geðheilbrigðisþjónustu. Þetta eins og ég sagði sko, við erum ekki New York, sko. Nei, og eins og ég segi bara, með þessi blessu farsældarlög, þetta ekkert annað rómantísk saga á blaði, því þetta gengur ekkert að meðan innviðnir ekki til. Innviðnir til þess að þessi rómantíska mynd gangi upp bara ekki til staðar. Vinkona mín sem vann mikið með ásmyndi í farsældarlögunum og þetta vann hjá sýslumanni og vandamáli með farsældarlögin, að kerfið ekki að spila með þeim. Það ekki til, þetta svo stórt, og þetta þarf svo mikið til að þetta fara að virka eins og farsældarlögin eru byggð upp, skilu. Já. Það eru bara reglugerðir sem stangast á, þá þarf að breyta reglugerðum og við vitum, þetta tekur áratugir. Já, þetta fjölgar heldur ekkert meðfyrir aðalónum, sko. Nei, alls ekki og meðan þetta við erum alltaf að drukna í greiningum. Já. Skilu, og meðan það, kerfið allt yfirfullt af einhverjum greiningum og pillum og kostnaði sem engin lausn, skilu, þá sér maður þetta ekki, rætast eitthvað, nema að fara, bjarga þessum börnum með að senda þau erlendis og fá eitthvað teymi og þekkingu inn að heim. Ég hjartalega sammálaður. Já. En hvernig kemur því í gegnum þetta kerfi? Ég bara ennþá að reyna að klóra mig í gegnum það. Já, þetta alveg. Ég meina það var hægt að redda þessu blessa COVID húsi upp á tók að marga daga. Ég meina, bara setja einhver neyðalög eða bara, bara gera þetta, bara framkoma. Já, það alveg komin tími til bara að Jón Pétur Símsen, sjálfstæðismaður og fleiri sem að hafa bara komið mjög harðorðir. Já, ána með hann, sko. Ég ótrúlega ána með hann. Og fleiri, sem eru bara... Já, hefur svolítið látið í sig heyra ón Já, það eru nokkrar, ég man aldrei að það skiptir ekki máli, en og þau, þegar maður tala við þau og þau eru að spurja mann og þau tengja og fatta, en síðan fara þau að berjast við þetta kóngulóarvef. Já, maður skilur þetta ekki, eins og ég það þarf þjóðarátak. Það þarf þjóðarátak, við þurfum svolítið að samfélagið þarf að fara að setja þessa pressu, eins og ég hef alveg sagt að það, ok, spilling í bankageiranum, spilling í fiski, ok, en þannig erum við að tala líf barna. Þannig eiga allir að vera sammála það að við þurfum að laga þetta. Eða þverrpólitísk sátt bara það. Þetta lýðheilsumál. Þetta lýðheilsumál. Ég ekki að segja að spilling sé í lagi, en það bara hluta business og hluta, en þannig erum við líf barna. Þannig þurfum við að draga línuna. Og samfélagið þarf að fara að setja þessa pressu. Og það aðeinslegt að þið stígi fram. Að ég kom með eitthvað heitt topic núna. Núna hann að, ESB skilji reynd að tala við einhver stjórnmálamann núna eitthvað annað en ESB. Ég var að hugsa þetta bara í dag, sko. Skilju, núna það bara það sem verið að fókusin á og þá allt hitt bara á hold. Mér finnst líka bara nú ekki að koma hot take, sko, og sumir segi ég ekki að segja þetta, en það bara, mér finnst líka samfélagið þurfi svolítið að líti speil og gefa, eins og transmál, EES og allt þetta, samfélagið til ég seti status daginn um Evrópusambandi, ég getur slökk á kommentum að því fólk hafi svo sterkar skoðanir, en það við þurfum, samfélagið þarf svolítið að fara að styðja ykkur aðstandendur í þessu. Já, af því að þú veist ekki hver næstur, sko. Eins og með transmál, þetta örfá prósenta með hvað mörg börn sem díla af annað. Ég ekki að segja, ég sé að móti að þau fá stuðning. Það bara allir eiga tilverurétt, sko. Allir eiga sama tilverurétt og líf, og ég... Nú þið að koma með eitt hatt, ok. Ég maður klára. Akkur sumál, svona tísku, akkur þetta svona mikið, skítuböndinir efu. Já, en ef þú spáir í, þetta eru einstaklingar sem að fara í gennum skólakerfið, sem að, og veit ekkert hvað stendur fyrir, og það svolítið sem ég sé krakka í dag, núna getur þú bara verið þar sem þú vilt, einhvern veginn, og það hlaupið endalaust, í það, staðan fyrir að eiga bara samtal við þessa krakka, akkur eru krakka svona leitandi,
í alls konar svona samfélagsmi ef fattiði, þú veist hvaðan kemur þessi rót og ég alveg harða menn skilu svona þú veist sem á móti þú veist þeir eru ekki á móti þú veist samkynniðum og öllu þessu en þarf þú veist fáninn og allt að vera bara inn á leikskólum þú veist þarf það að vera þú veist það aðalatri þú veist ég bara ég bara mest bara allir hafa tilverið rétt og ég bara líf allra sem meti mikið en svo hef ég sko ég bara ágjör að því og ég held að sko það sé ekki bara tilfinning mín að geðheilsa barna þegar það eru svo mörg sjálfsvíg mér þetta áhugavert að sjá tölurnar núna sjálfsvíg ungmenna og barna bara sennilega þú veist niður í 13 ára sem ég veit sko það sem bara og hvað þetta að segja okkur þú veist það held ég eigi bara við rosalega margt af þessu þú veist bara þú veist hvert geðhelsa barnan okkar er komin sko ég sá skólastur í Brúarskóla hún setti það var núna 24 ára að svipta sig skilu og sem er Brúarskóla barn skilu og Brúarskóli er frábær skóli og bara og ég fór að hugsa þetta bara út frá því þú veist hvað eru mörg þú veist börn sem að enda í Brúarskóla því þið passi ekki í heimaskólan og allt þetta skilji sem eru búin að svipta sér lífi já, hvort sem þið eru þú veist ung eða orðin 24 eða þetta skilur þú veist þessi hópur sem hefur ekki verið gripinn í skólakerfinu þú veist kannski bara þú veist lífsgæði þess eru bara ekki í sama og já þegar þetta engin, þessi börn hafa ekki fengin inn að þjónustu og svo var það 18 og það var ennþá minni þjónusta því það til ekki heldur þannig að þessi þjónusta sem var engin verður að bara sko þú ert bara í nómennsland skilu og þú veist eins sorglegt það þú veist að því ég sé þetta bara þú veist þegar kemur svona og maður þú veist tengir við og þú veist ég einhvern veginn með gleraugun eða þú veist bara þetta svona þú veist og þá fer svona í gang þú veist bara þú veist bakkakotsmáli og öll þessi mál sem eru búin að koma upp þú veist sjálfsvígstíðni þar er gigantísk skilu og en þú veist já það er Brúarskólabörn og Stuðlabörn og þetta þú veist það þarf náttúrulega bara að fara að rannsaka þetta það þarf að fara að rannsaka við þurfum að fara að breyta bara setja til tölfræði því að því miður virðist að vera þannig ef það ekki svona bein skýrsla bara tölfræði þetta þá stjórnmálumenn tilbúinir að gera eitthvað Nei, ég held mér að skýrsla sé ekki nóg ég held bara að myndir og þú veist ég segi bara en byggð á rannsókn þú veist úttekt á þessu þú veist hvað afdrif barna sem að lenda í einhverju kerfi ég held að þeir eru líka bara að fara að gera úttekt á störfum BOFS sko því að ég er alveg búin að segja þetta áður að mér finnst bara algjörlega ótækt að þú getur verið í einhverju yfirmannsstöðu forsvari fyrir einhvern málaflokk ár eftir ár og staðan bara versnar og þú heldur áfram starfiðinu mér finnst það algjörlega ótækt sko. Ég hef nefnt þetta og ég vil og alla vinna því að Störf Braga verður rannsökuð það er búið að rannsaka margótt já það er líka búið að fela ýmislegt í því en þú veist hann er vellaunaður eða þakkaði niður með því að þú veist, hann er núna eitthvað erlendis þetta er svolítið kerfið og þetta vil ég held að þetta sé gangi ennþá núna sko og þessi hópur sem er innan hann er á fínum launum sem einhver alþjóða tengilegur eitthvað í barnaverndarmálum þú veist það meikar ekki sens við þurfum að hafa samband við það út og spyrja hvort þeir viti hvað er bara, þú sérði ekki síðblítari mann eins og í kveikþarnum í bakagótsmálunu veist, hann var bara rosa stoltur af sínu störfum ég hef bara tilfinningun að þetta sé jafn síðblind sem er núna inn í kerfinu nei og það var veist, þegar það mál kemur allt upp ég man eftir þessu, það voru starfsmenn þú veist, sem voru í eftirliti hjá foreldrunum sem voru í fíknivanda sem voru að þú veist gefa hint þetta var stórt mál þegar þetta sprakk barnavendin og allt þetta dæmi og BOFS verður til skilu þetta var ekkert að því að það var allt svo gott skilu, þetta var alveg stórt mál það var bara alls konar starfsmenn sem áttu að vera í eftirliti sem voru að láta fíkla eða foreldrar sem voru fíklar þú veist, vita þegar óvæntu heimsóknar áttu að koma voru ekkert óvænt nei skilu, þú veist, þetta bara það er ótrúlega mikill skítur búin að vera
þú veist, í tíð Braga og öllu þessu dóti, þú veist, þetta við erum að tala bara, þú veist, langt aftur í tíma, Þetta en nú svona fyrir þetta líðandi lok, ef þú mættir segja eitthvað beint við þá sem stjórna þessum málum, bara brett upp ermar og framkama strax, bara ekki seinna en strax. Það ekki fín lokaorð? Ég tek undir það. Ég hef ekki híklast hérna líka. Þetta viljum við sjá, en við viljum þakka þér kærlega fyrir komuna og þú ert ótrúlega sterk að geta komið og talað þetta og vonandi hvetur þetta aðra foreldra eins og píslætinir og það sem þú ert að gera. Já, ég þegi ekkert fyrir niður dauð, sko. Nei, því miður, það þarf fólk eins og þig til að breyta þessu, en þeir eru bara 2, við þurfum fleiri og við þurfum líka stuðning samfélagsins og já, bara baklandi komið, þú veist, og ég ætla ekki að segja ég hef startað þessari bylgju en ég búin að vera on it og sem betur fer við erum óþolandi bara, þú veist, þegar maður, þú veist, kynnist, þú veist, foreldrum í sömu stöðu, það samstaða þar og við þurfum bara meiri samstöðu þar og það þarf svona meira fólk sem að ég veit að koma sem að tala og sér þetta með sömu augum og viðskilu og það hefst bara með því að vera að viðhalda þessu. Já. Ég vona bara að einhver sem kemur að þessum málum og sérstaklega einhverjir ráðherrar og svona, ef þeir eru að hlusta þá langar mér svolítið að þeir huli, þú veist, að horfa bara í speil og finnst mér þetta í lagi. Fer ég sáttur að sofa á kottan? Já. Það ger ekki raskat. Já. Herru, takk fyrir okkur, við getum verið endalist, en við munum örgulega að fá þig aftur til okkar og þetta ekki búið. Jón Árni höldum áfram og það Sirja 2 núna og við ætlum að vera svolítið beittari. Já, það þýðir ekkert nema að vera beittir, sko. Nei. Það þýðir engi vettlingatök. Því að þetta grafalvarlegt mál. Já. Það snýst líf. Það snýst líf. Já.